Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, en þetta viðtal einnig aðgengilegt sem hlaðvarp. Keflvíkingurinn Ástrós Skúladóttir nýbúinn að verja doktorsritgerð í erfðafræði. Kristjana Benediktsdóttir hitti hana að máli í stúdíói Víkurfrétta. Vertu velkomin til okkar, elsku Ástrós Skúladóttir. Takk fyrir. Mér langaði að byrja að óska þér innilega til hamingju. Mikið búið að vera í gangi hjá þér undanfarna mánuði. Þú varst að verja doktorsritgerðina þína núna á dögunum og svo ertu komið 7 mánuði á leið. Já. Takk fyrir það. Já. Það mikið í gangi, en fínt að vera búið með þetta fyrir jól. Já, hvað þá? Doktorsritgerðina? Doktorsvörnina í rauninni. Já, og svo vörnin. Já. Einmitt. Það var svona mesta kannski stressi kringum það. Já, hvernig að tvinna þessu tvennu, eða setja þetta tvennt saman og vera ólétt komin svona langt og fara á fullu á lokasprettinum í náminu? Ég held að það sé nú bara eins og hjá öllum, sko. Bara, jú, þú veist, auðvitað eru náttúrulega óléttu einkenni, þreyta, mikil ógleði. Ég slapp rosa vel, sko, þú veist, ég var með ógleði fyrstu 6 mánuðina og var að kasta upp á hverjum einasta degi. Þannig að ákveðið þegar ég var að verja þá bara hætti það. Okay. Þannig að ég var góð upp á sviði. Já, rétt slappst. Já, það var svo mest í stressfaktorinn hvort það myndi vera sko æla upp á sviði eða hvað. Já. En það bara, hún var voða góð litla stelpan sem ég er með. Já. Þetta stelpa númer 2 þá? Þetta stelpa númer 2. Það ekki? Já. Þú átt eina fyrir sem að 30 ára. Hún 30 ára? Já, ok. Æðislegt. En hvað segir mér meira frá doktorsritgerðinni? Bara svona hvernig var undirbúningurinn, hvað hún og bara svona allt ferli. Já, sko, hún bara sko, kannski byrjum bara á byrjunni. Ég náttúrulega búin að vinna við það sem ég skrifaði í 10 ár. Þannig að þetta var alltaf bara spurning hvort ég ætti að skrá mig í þetta nám að því ég var hvað sem að gera vinna sem fer inn í svona verkefni. Og svo ákvað ég bara að skrá mig og held áfram að vinna. Þannig að þetta var í rauninni ekkert, veist, ég svona forréttindapesi að því ég í þessari stöðu, þannig ég gat bara verið að vinna og gera verkefni á saman tíma. Okay. Og þannig að ég var bara í 2 ár í skráð sem bara svona eins stutt og getur verið í dóttsnámi. Allur gangur á því? Hvað doktorsnám langt? Það er svona, það miðað við 3 til 5 ár, sumir eru lengur, það bara eftir hvað skóla þú ert í, hver eru reglurnar og hvernig þið gengur bara í verkefninu. En þetta var sem sagt verkefni sem að sneri að erfðum hreyfitaugaskana og lífmerkjum líka. Og þarna vorum við að skoða Parkinson, fyrst og fremst. Ég hef gert áður rannsóknir á MND líka og þetta var svona blanda af skjálfta og Parkinson. Og það ýmislegt vitað en það eru engin lyf fyrir þessa einstaklinga sem að virka til lengri tíma. Það eru svona skammtíma lyf sem að virka í smá tíma en svo bara hættaði að virka. Verður þá líkaminn, ónæmur fyrir lyfjunum eða hvernig? Ekki beint, heldur þetta það er verið að gefa ákveðin taugabúðefni bara. Það er verið að gefa einstaklingur sem eru með lítið af þessum taugabúðunum, þetta dópamín. Þeir eru með lítið af dópamíni og það er verið að gefa aukaskamt. Og þegar þú gefur svona aukaskamt þá fer heilinn svona smá að ruglast og byrjar að skjóta þessum taugabúðefnum bara á röngum tímum og þá færðu mjög alvarlegar aukaverkanir sem eru annars konar hreyfitaugaraskanir sem þú vilt ekkert hafa.
og svo einmitt, svo verður bara þú þarft alltaf meira og meiri skammtang til að hann hættir að duga. Okay. Þannig að það er rosa brýn þörf þarna að því að Parkinson líka aukast svo svakalega að finna bæði sem sagt á svona boðferla sem hægt að targeta með lyfjum og búa til lyf og einnig að greina þennan sjúkdóm fyrr að því að þú getur verið að fá einkenni kannski 20 árum áður en þú færð Parkinson og þetta eru einkenni sem eru sko þú veist, þetta getur verið hægðatregða, þetta getur verið svefnörðuleikar, bara minkað lyktarskinn, þetta eru svona hluti sem þú tengir ekkit við Parkinson. Einmitt. Og ekki samt að hræða fólk, þú veist, þráttur að því nú hættir að finna lykt, það er ekki endilega sko að fara að valda Parkinson seinna meir. En fólk kemur inn yfirleitt til taugalæknis þegar það byrjar að hafa þessi svona hreyfi einkenni. Af því þá fer eitthvað klikka, þú veist, það er eitthvað í gangi og þetta er í rauninu bara læknirinn þarf að þú veist, horfa á þig og bara svona meta þig út frá einhverjum svona skala og svo kemur aftur einhverju 6 mánuðum seinna og hann metið það aftur og ferli er bara svona og það getur tekið 10 ára að fá greiningu. Staðfesta greiningu. Já, þannig að það vantar svona lífmerki helst í blóði af því það er aðgengilegast til þess að greina þennan sjúkdóm fyrr og ég vil greina hann sko áður en þessi hreyfi einkenni byrja svo þessi hægt að grípa snemma þú veist fyrr inn í þetta ferli. Já. Og verkefni sem sneri að þessu og við finnum ótrúlega skemmtilegt að því fyrsta greinin var í raun skjálfta sem er eitt og sér bara, það eru margir með skjálfta og fólk kannast alveg við skjálfta, þú veist, ef það er stressað þá byrja allt í einu að skjálfa rosa mikið í höndunum eða þú veist, röddin fyrir að skjálfa eitthvað sem þess. Og fyrir fólk sem er með þennan skjálfta þá er þetta bara þú veist, normið og svo verða að verra þegar þú ert orðinn stressaður eða kvíðinn eða undir álagi og það var sem sagt fyrsta rannsóknin sem við gerðum og þar finnum við svona leikmenn eins og ég kalla það, leikmenn sem að taka þátt í ákveðnu boðferli. Svo í næstu grein rannsókn, þá erum við að skoða svona mjög sjaldgæfa erfðabreytileika í Parkinson. Af því það er svo mikið þekkt algenga erfðabreytileika, þarna voru að skoða sjaldgæfa. Og þeir hafa yfirleitt miklu meiri áhrif á sjúkdóm. Og þessi sjaldgæfi? Þessi sjaldgæfi. Og það er ástæða, þú veist, af því að þeir eru af því að þeir valda einhverju alvarlegu skilur þess vegna eru þeir yfirleitt sjaldgæfari. Og þeir eru oft þessir einstaklingar sem eru með svona sjaldgæfa breytileika, þeir fá oft sjúkdóm fyrr heldur en er svona vaninn. Og til dæmis í þessari rannsókn þá finnum við breytileika í einu geni og yngsti var greindur með Parkinson 27 ára og bara svona, þú veist, til samanburðar þá er svona greint í kringum 60-70 ára. Já. Þannig að þeir voru mjög ungir sem voru að fá þetta. Og er það á Íslandi eða hvar var þetta úrtak? Þetta er sem sagt bara blanda af gögnum sem við notum frá mismunandi svona gagnasettum. Þannig að og það er bara eitthvað svona sem að er ekki gefið upp í svona rannsóknum, þú veist. Og þessi breytileikar sjaldgæfu, þeir voru í sama boðferli og við finnum fyrir skjálfta. Svo skoðum við sem sagt prótein í bæði mænuvökva og blóðvökva í Parkinson sjúklingum og við vorum þarna með bara mjög einstakt sett á heimsvísu, þú veist, það hefur engin aðgang að svona gögnum, þarna vorum með sem sagt sýni frá einstaklingum hátt í 15 árum áður en þeir greinast við greiningu og svo á hverju ári í 8 ár eftir greiningu, bæði sem sagt mænuvökva og blóðvökva. Þannig að við gætum svolítið fylgst með hvernig próteinin í blóði og mænuvökva breytast yfir tíma. Og er þetta svona prótein upphleðsla eða? Sko, já. Það fara kannski of. Já, einmitt, það er mjög tæknilegt. Sko, já, svona, þú veist, það sem að veldur í rauninni Parkinson, bara svo þú veist, bara tölum það.
þá er þetta einmitt ákveðin prótein, það eitthvað sem gerist sem að leiði til þess að það ekki hægt að flytja ákveðin prótein út úr taugafrumum og þetta próteinu upphleðsla á prótein sem heitir alfa-synúklein og þegar þetta gerist þá bara skemmast dópamín taugar, bara ákveðna taugar í heilunum sem stýra hreyfingu og og þetta var allt þessir leikmenn allir, þeir taka þátt í ákveðnu boðferli sem að veldur svo uppsöfnun á þessu próteini og þannig að í þeirri rannsókn þá finnum við þessa auka leikmenn sem að bætast við í þetta er mjög einstakt sko, að finna í mismunandi svona einkennum eða sjúkdómum og í mismunandi gerðum af rannsóknum við mismunandi, við erum með DNA, við erum með sko algenga breytileika í DNA, við erum með sjaldgæfa breytileika í DNA og svo erum við með bara prótein í blóði og mænuvökva og þannig að þetta allt einhvern veginn svona frá mismunandi sjónarhornum svolítið að koma saman í þennan boðferil og þetta þá erum við bæði að útskýra hvernig sjúkdómurinn sko allavega ein gerð af sjúkdómum á sér stað og að bera kennsl á leikmenn sem þá hægt að targeta með lyfjum. Það hægt að prófa alla þessa mismunandi sem við finnum og sjá bara hvað kemur best út. Og svo finnum við nefnilega líka lífmerki, bæði í mænuvökva sem svona besta lífmerkið. Hvað lífmerki? Lífmerki eru í rauninni bara svona merki sem að geta verið til dæmis mæld með blóðprufu, sem að segir til að eitthvað sé að gerast eins og þú veist það þekki allir kólesteról eitthvað svona hækkuð gildi eða svoleiðis okay. Þannig að þetta eru bara prótein sem að benda á að það sé eitthvað byrja að gerast og við finnum sem sagt slíkt í mænuvökva í einstaklingum sem eru að greinast svona við greiningu en við finnum líka í blóðvökva og það svo mikilvægt að því að það mjög erfitt fyrir fólk að fara alltaf í sko, þú veist, að fara í láta draga mænuvökva bara til að tjekka og sérstaklega einstaklingar sem ekki byrjar með einkenni þú ert ekki að fara að tjekka á því þannig að þú veist, ef þú ferð í blóðprufu þá svo mikilvægt að séu einhver merki í blóði sem hægt þá að skoða þannig að við erum að benda á það líka og þannig að þið fundu það þá í annarri greininni. Þetta var þriðja greinin. Já, próteingreinin. Já, og það var svona þá lokagreinin hjá okkur. Já. Og voru þessar greinar 3 partur af doktorsnáminu þínu og þú veist, það þessi ritgerð í rauninni í lokin? Það kom allar saman? Nákvæmlega, þá koma allar þessar rannsóknir saman og það í rauninni bara skrifuð ritgerð og eins og þetta heima þá þarftu að skrifa þetta allt upp á nýtt, þú mátt í rauninni ekki bara hefti þetta saman af því að maður að falsa hluti þáttur að maður skrifa hitt sjálfur sko. Þannig að þú þarft að skrifa upp á nýtt í eina ritgerð og þetta ritgerð sem enginn mun lesa nema þú og leiðbeinandi já, bara ekki bara alls ok, þannig að þið voru en þú varst að segja að þið hafi verið svolítið heppin með eitthvað svona gagnagrunn eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta gagnasett sem við vorum að nota, þetta frá Svíþjóð, við vorum í samstarfi aðila frá Svíþjóð, Norður-Svíþjóð og þetta eru taugalæknar og þeir eru búin að vera að safna þessum sýnum frá einstaklingum með Parkinson í svona langan tíma. Ok. Þannig að við vorum mjög heppin að komast í samstarf við þá. Og það bara, þú veist, það ekkit hver sem að getur það, eða? Alls ekki. Það náttúrulega mjög mikilvægt að vera með svona fyrirtæki á baku sig eins og Íslenska erfðagreiningu sem búið að gera þetta síðan 96. Þetta næstu 30 ár. Og það bara, þetta þú veist, Íslenska erfðagreining hefur verið leiðandi á þessu sviði í þennan tíma og Kári Stefánsson náttúrulega svona algjör hugsuður, þú veist, á sínu tíma bara undan sinni nútíð og eiginlega bara undan sinni framtíð þegar hann stofnar þetta og með þessa hugmynd. Og hann með hellu þessu frábæra fólki sem að vinna þarna búin að byggja upp bara veldi
í þessum heimi þannig að við erum með þetta hvað segja, svona credibility sem að fólk til í að vinna með Já, þannig að það tekið mikið mark á allt sem að kemur kannski frá Kára og íslenskri erfðagreiningu og svoleiðis. Já, akkurat. En heitir þetta í dag Decode eða þetta ennþá kalla íslensk erfðagreining eða hvernig? Þetta svolítið flókið, sko. Ég ekki alveg með þessa hlut á hreinu, sko. Ég veit að þetta var stofnað sem íslensk erfðagreining og það eitthvað félag í kringum það sem heitir íslensk erfðagreining. Já. Svo amerískt lyfjafyrirtæki sem að kaupir okkur 2012-13 og þá breytist þetta þannig segi Decode og bara gagvart okkar öllum samstarfsaðalum þá betra að hafa íslenska erfðagreiningu svolítið erfitt fyrir erlenda aðila að bera fram. Ég falla í ökull. Já, nákvæmlega. Þannig að það mjög gott að hafa bara eitt enskt heiti sem þá Decode Genetics. Já. En núna í júní þá var skipti á leiðtogateyminu. Kári hætti og aðrir stígu inn og þá var nafninu breytt aftur í Amgen Decode Genetics. Ok. Þannig að, en Kári, hann var leiðbeinandi þinn, eða ekki, í doktorsritgerðinni? Jú, var hann eini leiðbeinandinn eða eru nokkrir sem að koma að þessu? Sko, það er nefnd og hann leiðbeinandi minn, svo meðleiðbeinandi minn, það Hreinn Stefánsson sem yfirmaður minn líka. Ég búin að hanga yfir honum í 10 ár og hann var miklu meira svona hands-on, veist. Já. Og svo aðrir í nefnd, það verður að vera einhver frá háskólanum sem þá umsjónakennari sem var þarna Ólafur Árni Sveinsson, taugalæknir og svo var ég með Önnu Björnsdóttir sem taugalæknir líka, hún með svona sérhæfð í Parkinson og hún var svona sérfræðingur í nefndinni. Já, ok. En hvernig að vera með Kára Stefánsson sem leiðbeinanda? Ég held að það sé allir spenntir að heyra það, sko. Já, sko, hann alltaf líka búin að vera bara yfirmaður minn í langan tíma. Hann karakter og það hann á milli tannana hjá mörgum. Já. En mér þykir vænt hann, sko, við erum mjög góða vinir. Maður þarf bara að taka hann eins og hann og hann tekur hann eins og maður sjálfur líka. Já, hann gerir það. Ekki gleyma því. Já, hann sko, því skrýtnar sem það því meira gaman hefur hann að þér, þannig að ég á góðum stað. Þannig að þið passið vel saman. Já, má segja það. En þannig að var hann mikið með þér í þessu verkefni? Þú veist, voru þið mikið að funda saman þetta eða var hann bara svolítið svona bak við tjöldin eða? Sko, almennt bara í verkefnum okkar, af því að þetta náttúrulega verkefni sem unnið bara hjá Decode. Þetta ekki beint bara doktorsverkefni. Þetta í samstarfi aðra aðila. Það auðvitað alltaf verið að horfa til þess, hvernig getum við nýtt þessar upplýsingar? Getum við, þetta eitthvað sem að lyfjafyrirtæki hafa áhuga á og svo framvegis, þannig að maður ég var rosa mikið í samskiptum við hann, varðandi þessa hluti, en svona það sem kemur að doktorsverkefninu per se, þá hefur hann bara svona loka ákvörðun að töku í rauninu hvað fær að fara út úr húsi og annað. Já. En maður náttúrulega reynir að vera eins sjálfstæður og hægtir og ég meina þegar maður búin að vinna í svona ógeðslega langan tíma á einhverju stað, það átt að geta svolítið stað á þínum fótum bara. Já, einmitt. Þú þorir því alveg, gagvart. Já, þú veist, maður bara verður að gera það. Já. Þú kemst ekki táfram að gera það. Nei, einmitt. Verður að geta bara aðeins í borði á til og staði fætunar. Bein í nefinu. Nákvæmlega, annars verðið þið, þú veist, þetta náttúrulega allt rosalega mikið að bara kláru fólki sem ætla sér langt. Þannig að ef það á að taka mark á þér, ég læri þetta mjög snemma að þá verður þau bara að vera dulur, þú veist, segja þínu skoðanir, standa þínu. Þetta harður heimur að vera í? Þetta mikil barátta, mikil samkeppni á milli fólks? Sko, já, að ákveðnu leyti það alveg og þetta hefur hingað til verið rosa kallagur heimur líka. Þú veist, þetta náttúrulega, þessi STEM-flokkur af þú veist, þessi vísindi hafa verið svolítið kallag og
það enginn að fara að taka mark á einhverju tvítugri píu sem að kemur inn og ljósærð og þú veist, bara þorir ekki að segja neitt. Þannig að auðvitað það samkeppni, það mikil samkeppni á milli hópa en við höfum náð að vinna rosalega vel innan fyrirtækisins og það það sem að svona skila þessum árangri náttúrulega. Já. Það að því að við náum að vinna mjög vel saman og gera hlutina hratt og auðvitað það mjög mikil samkeppni sérstaklega varandi í svona lyfjaheiminum. Já. Að því það snýst þetta allt að vera fyrstur á markað með ný lyf eða bestu lyfin. Þannig að já, varandi það, þá þetta alveg mikil samkeppni en svona, við finnum ekki kannski mikið fyrir því dagstaglega, bara svona okkar á milli. Þá allir að vinna saman. Já, einmitt. Já. En hvernig lítur svona venjulegur hefðbundin vinnudagur út hjá þér? Hvað gerir þú í vinnunni? Já, hvað gerir ég í vinnunni? Einmitt. Ég bara mæti á, þú veist, 8-9, skilur. Farið kaffi? Drekka því ekki kaffi. Nei. En þetta bara tölvuvinna hjá flestum þarna, svo eru þetta svona rannsóknarstofur sem að maður fer mjög sjaldan inn á, en það bara ákveðin hópur sem bara sérhæfður í því og sér það. Ég í deild sem að taugadeild og við erum 6 núna þar og við erum rosalega svona samhjálpar hópur, þannig að já, við förum yfirleitt í kaffi, ég fæ mér vatn og við förum bara í svona morgunkaffi og svo bara byrja að vinna og þá þetta í rauninni það sem þú ert að horfa á hverjum degi, markmiðið þitt að finna target, lyfjatarget og þú ert bara sérð ákveðna sjúkdóma og þarna hef ég til lengri tíma bara séð hreyfitaugasjúkdóma og aðra taugasjúkdóma líka og þá bara mitt hlutverk að finna eitthvað nýtt, eitthvað target sem að ég þarf svo að, þú veist, kynna fyrir þá lyfjafyrirtæki og núna bara aðeins breyttu fókus þarna, þannig að það minni fókus á taugasjúkdóma því miður. Þannig að ég hef tekið yfir húðsjúkdóma og sem að alveg áhugavert líka því að það eru miklu fleiri sem eru greindir með húðsjúkdóma þannig að þú ert í betri aðstöðu til að finna hluti þú ert bara með þú veist sýni frá fleirum einmitt og það sem ég að gera þetta aðalega tölfræði svo þetta smá forritun og svo náttúrulega kemur erfðafræðin aðeins inn í þetta og svona líffræðin en þetta mest bara þú veist, ég bara mest að gera einhver tölfræðipróf greina og svona Þú ert að vinna úr gögnum sem búið að safna saman í rauninni og búið að skoða rannsóknarstofu og þú færð niðurstöður eða þú færð einhver gögn frá rannsóknarstofunni annars vegar þá búið við til okkar gögn sjálf eins og frá Íslendingum þá fáum við sýni frá Íslendingum og búum til þá einangrun erfðaefnið og lesum það og svo fæ ég það til mín bara á ákveðnu formati og þá get ég byrjað að bera saman hópa og þannig ég alltaf að bera saman allavega 2 hópa og þá það þeir sem eru með sjúkdóm á móti þeir sem eru ekki með sjúkdóm og bara skoða erðirnar og að því að það meikar ekkert sens að vera að bera saman einstakling eða þú veist að horfa á einhvern einstakling að því að við erum öll með 30 milljón svona erðabreytingar og þannig að það ekkert hægt að segja að þessi eina breyting að valda krabbameinu sem þú ert með en ef þú ert með hóp segjum að því við erum náttúrulega í Keflavík segjum að við séum með hóp af 2000 einstaklingur sem spila körfubolta þeir eru atvinnumenn körfubolta með hóp af þeim svo ertu með hóp kannski 200.000 eða 2 milljónir sem hafa aldrei áður spilað íþróttir þú berð þessa hópa saman þá finnurðu einhverja breytingu í þessum hóp mögulega sem hefur kannski eitthvað með vöðvamassa að gera eða súrefnisupptöku eða eitthvað svona sem að gott að hafa úr íþróttamaður og þessi breyting finnst ekki í hinum hópnum þá hefurðu í rauninni svona nægilega mikið
hvað ég segja, powerkraft eða þú veist, til að segja að þetta sé eitthvað sem að auka líkur. getu þessara, eða þú veist, auka getu þessara einstaklinga í íþróttum. Já. Þetta það sem við erum að gera alltaf. Við erum alltaf með einhverjar breytur. Það getur verið sjúkdómar, þetta getur verið alls konar breytur. Þetta getur verið hversu góður út í skák eða þú veist, þeir sem velja að vera flugmenn eða eitthvað. Þú getur alltaf búið saman þess að hópa og skoða það. Og auðvitað er áhugin á sjúkdómanum til að við getum skilið á betur og læknað á. Einmitt. Mér dettur í huga því að þegar ég var í framhaldsskóla 2000 og ég man það ekki einu sinni. Ég útskrifaðist 2014 úr framhaldsskóla. Þá vorum við hvött til þess að skilin sýni til íslenskrar erfðagreiningar. Og það var svona swap eða þannig innan úr kinn og svo sendi maður það inn. Nákvæmlega. Getur sagt mér eitthvað, þú veist, það, í hvað var þetta notað, er þetta ennþá til þarna inni? Já, einmitt, nákvæmlega. Ég var einmitt á fyrsta árum mínu síðasta árum mínu háskóla, þegar það var einmitt eitthvað svona átak að fara í alla skóla og boðið fólki upp á þetta að gefa sýni. Þarna verið að taka, að því að við getum einangrað í rauninni erfðaefni úr hvaða vef eða vökva sem við höfum. Við höfum meira svo að fengið tánögl og það er bara ennþá í glasi að þú veist, það vil enginn koma nála því. Það er til. Og þarna er hægt að nota bara munnvatnið til þess að einangra erfðaefni úr. Og þá er það í rauninni bara, þegar búið að taka þetta sýni, þá er og búið að einangra erfðaefnið, þá er það bara til. Og við lesum það, eins og ég segi, með ákveðni tækni, það eru svona mismunandi tækni til að lesa það. Og þá eru erfðaupplýsingarnar til. Við höfum ekkert leyfi til að gera neitt með þessar erfðaupplýsingar, nema einstaklingar gefa leyfi fyrir því, þau verða að skrifa undir leyfi að við notum þetta til rannsókna. Það er eina, það sem bara við bjóðum upp á. Við segjum ekki, þú veist, tekka í þetta box ef þú vilt að við aðstöðum lögregluna ef það er eitthvað morðmál í gangi eitthvað. Þetta er bara notað í rannsóknir og þess vegna treystir fólk náttúrulega á okkur að því við höfum bara notað þetta í rannsóknir. Og fólk þarf að gefa sérstakt leyfi fyrir því eða rannsóknunum? Já. Okay. Þau þurfa að gefa sérstakt leyfi og svo fyrir ef við ætlum að samkeyra þetta með sjúkragögnum þá þurfum við sérstakt leyfi líka að fara á persónuvernd eða vísindasiðanefnd í rauninni og og persónuvernd til þess að fá þessi heilsugögn og þau eru öll á svona encrypted, þau eru öll kóðuð og það er bara einhver þriðji aðili sem að sér að hafa bæði kennitölur og þennan kóða og færir allt yfir þannig að við sjáum bara kóða, þú veist, ég get ekkert flett upp neinum kennitölum eða neitt slíkt eins og er hægt í heilbrigðiskerfinu. Og við þurfum að fá leyfi fyrir hverju og einu sem við ætlum að skoða. Ef við ætlum að skoða hæð, þá þurfum við að sækja sérstaklega það. Og ef við ætlum að skoða Parkinson, þá þurfum við að sækja sérstaklega það. Og þannig að við þurfum að sækja alltaf þetta mjög reglulega og þetta er mikil pappírsvinna líka. En þetta er samt rosa mikilvægt að það sé svona þetta regluverki kringum þetta. Bara svo fólk viti hvað þú veist, það er búið að gefa leyfi fyrir þessu, þannig að það má bara nota í þetta. Við notum þetta bara í þetta og þú veist, persónuvernd er í okkar málum að passa upp á það líka og þú veist, svo erum við með öll gögnin á innri vef hjá okkur sem er ekki tengt við netið. Þannig að ég get ekki verið að vinna í þessu heima hjá mér. Ég verð að vera inn í byggingunni til þess að vinna með þessi gögn. Þannig að mikið öryggi í kringum þetta. Það er rosa mikið öryggi og einmitt þegar þetta lyfjafyrirtæki sem að keypt okkur kom og var að skoða hvernig við háttum hlutunum þá kom það þeim mjög á óvart hversu mikið öryggi var því þetta var miklu meira heldur en hjá þeim sem er risastórt lyfjafyrirtæki. Þetta bandaríska þá? Já.
En breyttist mikið þegar þau keyptu? Sko þau kaupa 2012 eins og ég segi. Já. Það fyrir minn tíma þarna. Ok. En það var ekkert þannig séð mikið sem að breyttist. Við fengum bara áfram að halda okkar rannsóknum, að gera okkar rannsóknir. Við svona virkum svolítið eins og akademísk stofnun sem að gefur svo alltaf einhvað tilbaka bara, þú veist, varðandi, þú veist, hefur mig ekki komast í nein gögn eða neitt slíkt. Og já, ég vil bara taka fram, þú veist, ég að tala frá mér, ég ekki að tala fyrir hönd fyrirtækisins. Við getum gefið þeim í rauninni bara, ok, þið hafi áhuga á þessu targeti, við ætlum að skoða það í öllum gögnunum sem við höfum og við erum með gögn fyrir 4 milljón sýni sem við erum með. Þetta er ekki Íslendinga bara. Þetta er bara allstaðar af heiminum. Og þau eru kannski með eitthvað target og segja, eru þið með einhver svona evidence, einhver hvað heitir þetta íslensku? Alveg. Já, bara, Sönnunargögn. Já, þú veist, það er ekki gott orðið bara. Bara þú veist, eru þið með eitthvað sem styður við þetta target í mönnum? Og þá skoðum við það og segjum, nei, þú veist, við erum ekki með neitt sem styður þetta, þið ættu ekki að halda áfram með þetta. Og það spara þeim náttúrulega rosalega mikið pening að vera ekki að fara í einhver svona clinical trials. Já. Eða þá að við getum komið með, heyrðu, við vorum að skoða þennan sjúkdóm, við finnum þetta er rosalega sterkt og bendir allt til að þetta gæti verið gott lífetargett, hvað vil þið gera við þetta? En þeir komast aldrei í, neitt neðar í gögn. Nei. Þetta er alltaf svona bara, þú veist, í skýrsluformi. Já, einmitt. Ok. En segðu mér, þú talaðir að þú værir svolítið svona andlit fyrirtækisins. Nei, þú ert svona aðeins að kynna hvað þín deild þá er að gera. Þú svona tekur á móti fólki staðar utan úr heimi og ert að kynna bara starfsemina, er það ekki? Jú, andlit fyrirtækisins. Já, kannski, nei, ég er ekki andlit fyrirtækisins. Jú, þetta er kannski ekki beint svona kynningar starfsemi eða eitthvað svoleiðis, þetta er meira svona fræðisla. Já. Og þá er ég að taka á móti hópum, eins og ég sagði mitt við, þú veist, þetta geta verið 15 ára skólakrakkar frá Danmörku og þetta getur líka verið þingmenn frá Bretlandi sem að vilja gera eins og við erum að gera hér hjá sér og koma erfðagögnum inn í heilbrigðiskerfi í Bretlandi. Þá er ég raunin bara að taka á móti þessu fólki eða hitta eitthvað staðar og fara yfir hvað við stöndum fyrir, hvað við höfum verið að gera, hvernig við höfum verið að gera það og hvernig er hægt að nota þessar upplýsingar fyrir almenning. Og þetta er allt svona bara á mannamáli eins og við segjum. Já, einmitt. Og finnst þér það skemmtilegt? Já, það er mjög gaman sko. Já, að því það kom alltaf upp mjög áhugaverðar spurningar. Já. Það eru, þú veist, sumir eru mjög fylgjandi þessu, aðrir eru mjög mótfallnir þessu og það er rosalega gaman bara að fá það fólk líka, heyra þeirra raddir, hvað þeim finnst, hvað þau halda, hvernig þau halda við séum að fara með upplýsingar, því það er í rauninni ekkert góð fræðsla hvernig svona stofnanir halda utan gögn og sumum er bara ekkert vel við það og aðrir halda að við séum að gera eitthvað sem við erum bara alls ekkert að gera þú veist, eins og bara eitthvað fyrkt í einhverjum fóstrum og þú veist, eitthvað svona eitthvað svona siðlaust. Já, þannig að það er alltaf mjög skemmtilegt að fá bara svona mismunandi hópa og aðila til að spjalla við sko. Já, og mismunandi bara raddir og eins og þú segir, ólíka skoðanir og þá í leiðin að fræða fólk. Já, nákvæmlega. Það sem að það kannski vissi ekki fyrir. Bara algjörlega sko. Hvað finnst þér skemmtilegast við vinnuna þína? Það eru þetta alltaf þegar maður finnur eitthvað djúsi sko. Þá af því að þetta er náttúrulega, þetta er langt ferli. Þú ert að setja upp samstarf, þú þarft að sækja gögn, þú þarft að fá samþykki fyrir sínum og svo þarf þetta að fara í gegnum rannsóknarstofuna og svona, þú veist, quality, svona gæða eftirlit og þetta er langt ferli þangað til þú fær gögnin í hendurnar
og þegar þú byrjar svo að, eða þegar ég byrja að vinna í þessu og finna eitthvað sem að bara svona hvað sé, er slamdöng eitthvað sem að ég get farið með lengra og þá aðalega til að búa til lífið til að hjálpa þessu fólki það er alltaf svona enda markmið og mér finnst það skemmtilegast þegar maður finnur þetta Já, það er svona kannski mest gefandi. bara klárlega, þetta er það sem maður er að, þess vegna er maður hana bara, þú veist, já Einmitt. Já, en skemmtilegt. Þetta er ótrúlega áhugavert, en þetta hljómar ótrúlega flókið. Þú veist, já, ég hugsa að maður þurfa að vera alveg mjög klár til að vinna við þetta. Og þú veist, og gera þetta. Er það ekki? ég veit ekki, ég held að maður þurfi bara að hafa, þú veist, eins og fyrir með allt, þú þarf bara að hafa mikinn áhuga og metnaður og dugnaður náttúrulega hjálpar alveg. Já. Til að gera þetta, jú, það er ákveðin hópur sem að velst inn í þetta bara yfir höfuð og þetta er mjög skemmtilegir og áhugaverðir einstaklingar sem að gera fyrir mig og og ég er ekkert undanskilin þessum svona nörda hóp þannig að það er mjög skemmtilegt að tala við fólk sem er á þessar bylgjulengd. Já, lítur að vera það. Allir með svona ákveðnar skoðanir og sýn, svona mismunandi sýn, en þetta er ekki mikið af stereotypum kannski í þessu. Eða svona stereotypur kannski fyrir þetta svið, ég veit ekki. Já, jú, það eru þetta þessar svona hefðbundnu crazy scientist fenotýpa sem að, eða þú veist, fenotýpa, svona hópur sem að er hann þetta líka. Já, einmitt. Flestir eru bara mjög Bara venjulegir. eðlilegt fólk, sko. Venjulegt fjölskyldufólk Já, nákvæmlega. sem að fer og verslar í bónus eftir vinnu og eitthvað. Þetta er mikið af læknum, þetta er mikið af starffræðingum, Já, einhverju líffræðingar, svo þú veist, við höfum verið með málfræðing, við höfum verið með sálfræðinga, Já. þú veist, bara alls konar fólk. Þannig að, já. það og er hvernig endar þú þarna? Hvað er það, þú veist, í þínu uppeldi? góð sem að- ég ætla aldrei að lenda þarna. Ég ætla alltaf að fara í vísindi. Já, Ég var alveg viss, þú veist, ég var mjög snemma bara byrjuði eitthvað inni hjá mér með bodyljósan og blandaði saman og Ok. eitthvað svona, þú veist, Já. eitthvað svona sem eðlilega krakkar gera gert. já. En ég held einhvern veginn að mín leið þyrfti alltaf að vera í gegnum svona heilbrigðiskerfið, þannig að ég ætlaði fyrst að vera tálknir og fór í starfskynningu þegar ég var í 10. bekk í einn dag og það hendaði mér ekki. Hættir við. Ég hætti við eftir einn dag þannig ég ætlaði að vera læknir Já, og svo fór ég að vinna á sjúkrahúsi eitt sumar áður en ég byrja í háskóla. hvað varst að gera þar? Þar var ég svona röntgentæknir, Já. ég var aðstoða inn í því apparati og þar komst ég að því að það hendaði mér ekki heldur, þannig að ég var svona farin að halda að ég var kannski vandamáli. Nema hvað að svo fyrir að skoða hver í boði í háskólanum og sé þarna að það er hægt að fara í efnafræði, mér fannst efnafræði alltaf svolítið skemmtilega, þannig að ég fyrir í efnafræði og já, kannski til að taka fram, ég fór í erfðafræði áfanga í FS sem var bara leiðilegasta áfengi sem ég farið í bara hands down, ég hugsaði ég ætla Þurr og- aldrei að fara í þetta. Nei, hann var ekki þurr, þetta var bara eitthvað, ég var bara einhvern veginn ekki þetta var ekki að tikka fyrir mig Já, og svo fer ég í efnafræðina hérna í háskólanum, bara geggja, þú veist, finn fólk sem að er á sama stað einhvern veginn, ég hugsa eins og fæ bara eitthvað, þú veist, lesa vísindi og þú veist, bara eitthvað nördast. Nema hvað, það er einn erfðafræðikúrs sem er skildikúrs sem ég þurfti að fara í gegnum og það skánaði ekki. Það var alveg dreflegilegt og þetta var vesti kúrsi, það var versta engunum mín á engunumlaðinu, það var þessi erfðafræðikúrs. það var brekka. Það var brekka. Já. Svo bara útskrifast ég og fyrir að vinna sem efnafræðingur og Þannig þú tekur efnafræði í þá BS eða? já, þetta var lífefnafræði. Lífefnafræði. Lífefnafræði, já. Þannig að það var svona bland einhvern veginn af þessu svona samyndarlíffræði inn í þetta
og eftir, já, ég byrjaði að vinna sem efnafræðingi á nýsköpunarmiðstöð sem að mér fannst geggjað, þú veist, að vera að finna eitthvað nýtt, finna eitthvað ný efni og eitthvað svona, en eftir 3 mánuði þá fæ ég hringingu frá Íslenskri erfðagreiningu og þar mér búið að koma í viðtal sem ég skelli mér í og hérna, því að þeir bara buðu, ég var náttúrulega á ríkisstofnun og þeir bara bjóða tölvöld tæli laun, tölum hreint út, þannig að ég fer og leist rosa vel á þetta, þú veist, allar rannsóknarstofurnar voru rosa hreinar, allt einhvern veginn í orden og meðan, þú veist, á nýsköpunarmiðstöð þá var þetta bara svona eins og að í háskólanum og eitthvað svona, bara allt í belgu og byðu og svona. Þannig að mér leist mjög vel á þetta og byrjaði hérna á rannsóknarstofu upp í Íslenskri erfðagreiningu og svo fór ég að pæla bara hvað ég geti gert í master, að læra í master af því að ég fann það að ég var ekki að fara að endast í þessu í langan tíma. Var það þá rannsóknarstofan sem að hendar þér ekki í rauninni eða? Jú, mér finnst mjög gaman en þetta bara svolítið vinna sem að þetta svona svolítið hvað ég segja, svona endurtekið það sem þú ert að gera og ég verð að hafa eitthvað krefjandi svo ég bara endist af því mér leiðist mjög gjarnan sérstaklega að mér finnst eitthvað einfalt þá mér fara að leiðast alveg mjög hratt og þarna verð ég að fara í nám og gera eitthvað nýtt og ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á heilanum þannig að ég fór að googla bara hvað nám og hvar væri best að fara þú veist til að rannsaka heilan og meðal topp hittana var Íslensk erfðagreining sem svo taugadeildin og það var bara við hliðin á rannsóknarstofunni þannig að ég bara labba yfir og banka upp á hurðinni á yfirmannum mínum bara spyr hvort hann hafi eitthvað verkefni með verkefni þannig að ég byrjaði þarna í verkefni sem að þróaðist svo og svo bara allt annað að vinna við þetta heldur en að læra um þetta þegar þú ert að læra um þetta þú ert að læra um einhverja pínu litla sameindir sem enginn sér hvernig þær koma saman og eitthvað á meðan þegar þú ert að vinna við þetta þá ertu svolítið á sjúklingalevelinu þú veist, það meira svona raunverulegt fyrir þig af því að þú ert að bara finna hverju munurinn á þessum hópum þannig að já, svo bara var þetta svona svakalega skemmtilegt að ég búin að vera þarna mjög lengi 10 ár já. Í heildina hjá Íslenskri 11 ár, bara 11 ár, já og alltaf, þú veist, þú er aldrei tekið pásur þú er aldrei, þú veist, þú ert bara búin að vinna þar bara... Já, ég bara búin að vera þar en þessi vinna tekur oft breytingum að því að það eru breyttar áherslur svo kemur, þú veist, COVID hana inni og þá voru allir reknir heim en við vorum nokkur sem vorum eftir bara á rannsóknarstofunni og vorum að taka vaktir í að greina fólk með COVID og setja það allt upp og þannig að kemur svona af og til eitthvað nýtt inn í en þess vegna finnst mér rosa fínt að taka líka þessa svona eins og segja kynningastarfsemi eða fræðslu bara svona að því að það eitthvað aðeins öðruvísi þannig að get ég verið að tala við fólk og svona interakta einmitt, aðeins að gerir starfið eitt svolítið fjölbreytt bara já, klálega en í allt annað bara, þú ert náttúrulega úr Keflavík upp alinn eða ekki í Keflavík segðu mér aðeins frá æskunni þinni hvernig var æskan þín? Hún var rosa hlýleg sko. Þegar ég hugsa tilbaka mér finnst alltaf rosa gott að koma að keyra hérna inn í Keflavík af því að öll fjölskylda mín flutt þannig að þegar ég kem og hitti vinkonum mínar finnst alltaf mjög vænt um það að koma inn á og þegar ég sé Keflvíkinga líka afreka eitthvað eða gera eitthvað flott það er alltaf svona heimastolti en já, ég bara í fínu hverfi hérna í Keflavík og á mínar æsku vinkonur sem ennþá vinkonur mín í dag bara svolítið típist sko fer í FS og í hverfinni og eitthvað svona þannig að bara kannski stereotypa af Keflvíking einmitt en svo dúksaður FS já, einmitt tókstu FS á 3 eða 4 árum? 3 árum, þannig að þú varst ára undan líka já, 3,5 held ég já
Það var svolítið algengt að gera það. Já, Taka 3,5. Ég var eiginlega búin eftir 3 ár, en það var svona einmitt, vinkonur mínar og allir í kringum mig voru útskrifast eftir 3,5 ár, þannig að ég tek hana eina önn þar sem ég er í bara listaáfengum og íþróttaáfengum og Eitthvað svona cozy. Já. Já, í lokin. gott, já. En og svo flyttur þá bara í Reykjavík þegar þú ferð í háskólan eða? Já. Og ferð að vinna og svona? Já. Já. Og sér ekkert fyrir þér að koma aftur heim? Nei, ég gera það ekki. Býrðu núna hvar, í Vesturbænum eða? Nei, ég bjó í Vesturbænum í 10 ár og er flutt í Garðabæ núna. Komin í Garðabæ. Þar er öll fjölskyldan mín. Já, og það er mjög mikið svoleiðis. af Keflvíkingum. Já, er það ekki? Já, jú. Já. Þetta er ákveðið samfélag. Já, er það ekki? Já, þannig að þú kemur ekkert heim í bráð en það er vinnan og allt saman, allt komið inn í Garðabæ. Það er því miður ekki mikið sem að kallar lengur á mann. Nei. Þetta er einhvern veginn, ræturnar eru svo sterkar að alltaf þegar ég kem út af einhverju þá hugsa ég alltaf svona eftir kvöldið bara, væri til í að búa þarna, bara hitta fólk út í búð og geta spjalla það eins og einhvern veginn ekki missa þessi tengst. Nei, akkurat. En svo fyrir viki þá er ég líka, bara ef ég sé Keflvíking í bænum, þá yfirleitt heilsa ég honum sem ég hef ekki gert ef ég myndi búa í Keflavík. Nei, einmitt, það er bara svo venjulegt eitthvað, þú veist. Já, akkurat. En svona í lokin, áður en við lokum þessu, að því að jólin eru að nálgast. Já, og þú ólétt og svona bara, svona kannski aðeins að koma þig niður á jörðina eftir vörnina og svona. Hver er bara þín svona uppáhalds jólahefð? Vá, ég er rosa mikið jólabat, sko. Aha. Já, jólin eru alveg æðislegu tími. Þær eru svolítið margar. Mér finnst rosa gaman að baka sörur með systur minni og skreyta jólatré með dóttur minni. Og svo erum við búin að halda jólin núna sjálf heima hjá okkur síðustu 3 ár og við erum komið með svona hefð bara varðandi mat og annað. Mér finnst rosa skemmtilegt að elda fyrir jólin. Já, þannig að þú sér það? Nei, ég er alltaf að gera það. En það er okkur lykt. Já, það er hefðin að lyktin sem að gildir. Já, akkurat, ég þekkir eftirréttin. Já, ok, þú ert góð í því, tekur það á því. Ég tek það á mig. Já, þannig að þú ert mikið jólabat, hlakka til að setjast niður með fjölskyldinni og njóta núna jólin. Algjörlega. Setja fæturnar upp í loft aðeins. Já, það ekki? Það voru gott. Já, takk kærlega fyrir komuna, Ástrós. Takk fyrir að bjóða mér. Gott að fá þig. Við þökkum kærlega fyrir áhorfið og bendum ykkur á að það er fjölbreytt efni á vef vikufrétta www.vff.is. Verið sæl.